í 9.8 þar sem við erum í hjól sem snýst sem sagt réttsælis til að byrja með. Það er skilgreint að það sem sagt jákvæð stefna sé á móti sólu, þannig að hann er að snúa sem sagt -6 radían á sekundur og t 0 með sólu, og þegar við eftir 7 sekundur þá er hann byrjað að snúa sem sagt í hináttina. Þetta er sem sagt smá vitt í dæminu, það var að vera 8 radíanar á sekundu en ekki metrar á sekundu, og við getum fundið út sem sagt hröðunina sem þetta verið að spyrja hvernig sem sagt hornhröðunin er, hvort hún sé jákvæð eða neikvæð. Við getum gert það með því að taka sem sagt alfa sem er hornhröðunin, hún er sem sagt jafnt og hornhraði í eftir mínus hornhraði fyrir deilt með tíman eftir mínus tíman fyrir. Það gera sem sagt 8 radíana á sekundu deilt mínus 6 radíana á sekundu deilt með 7 mínus 0 sekundum, og út af þessu eigum við að fá 8 pluss 6 radíana á sekundu deilt með 7 sekundum. Nú við fá 14 radíana á sekundu deilt með 7 sekundum, sem að gefa okkur 2 radíana á sekundu í öðru sem að er sem sagt hornhröðunin. Og svo er spurt í bílinu á hvaða tímabili er hraðinn sem sagt að aukast og hvenær er hann að hraðinn eiginlega að minnka. Þannig að þannig í raun og veru við erum að hugsa þetta þannig að skrifa hjá okkur sem sagt hröðunina, hún er 2 radíanar á sekundu í öðru. Svo laga þetta til hérna. Og við þurfum aðeins að velta fyrir okkur hvernig er best að velta þessu fyrir sér. Jú, við getum skrifað upp jöfnuna fyrir hornhraðan, og við förum í bókina og fáum við jöfnu sem er jöfna 9,7, þar sem við getum skrifað að omega zeta, semst hornhraðin í hverju tilviki, semst sé byrjunarhraðin sem við erum með 6 radían á sekundu hjá okkur pluss 2 radíanar á sekundu í öðru sinnum t. Og við velta fyrir okkur hvernig er eiginlega hraðinn að breytast. Og það er best eiginlega bara að búa til svona gildistöflu þar sem við erum með t sem 0, 1 sekundu, 2 sekundu, 3, 4, 5, losa okkur við þennan 6 og 7, og ef við sláum við sinn sem sagt, þá erum við mínus 6 pluss 2 0 sem er þá mínus 6. Það setja sem sagt omega í hvert skipti hér. Setjum hér eru sem sagt sekundur. Gera það kannski aðeins betur við aðeins. Hér erum við með t, hérna erum við með sekundur, hérna erum við omega sem eru radíanar á sekundu, og við setjum sérst 1 inn, þá erum við mínus 6 pluss 2 sinnum 1 sem er sérst mínus 4 radíanar á sekundu, mínus 6 pluss 2 sinnum 2, þá fáum við mínus 2, svo fáum við mínus 6 pluss 2 sinnum 3, þá fáum við 0, svo fáum við mínus 6 pluss
4 þá fáum við 2 og við sjáum við fáum 4, við fáum 6 og við fáum 8 radían á sekundu. Það er spurt á hvaða tímabili er hjólið að auka hraðan og það í frá héðan og hingað frá þegar að T er á bilinu hérna 3. Hafa þetta opið bil því að hann er stopp og hann er upp í 7 sekúndur, þá er hann að þá er aukning omega og svo þegar við erum frá 0 og upp í 3 að þá er minnkun á algildun á omega, þá er hraðin að minnka og þegar að við það er hjólið er nú verið stopp hérna í 3 sekúndum. Sjáu það hér, þegar að T er jafnt og 0 þá er hjólið stopp. Hjólið stopp. Svo er spurt í C hver er hornlæg færsla á hjólinu þegar T er jafnt og 7 sekúndur. Og við notum jöfnu 911 til þess að leysa C-liðin og við erum með þetta verið að finna hornið sem hann er búinn að færast á þessum tíma og byrjunarhornið þeta 0 var 0. Við erum með hérna byrjunarhraða sem er mínus 6 radíanar á sekundu sinnum 7 sekundur pluss hálfur sinnum 2 radíanar á sekundu í öðru sinnum 7 sekundur í öðru. Út af þessu eigum við að fá 7 radíana. Þá er þetta dæmi reist.